Já. Nothing's gonna stop us. Nei, nákvæmlega. Eins og við töluðum náttúrulega hérna í síðasta þætti. Já. Janúar, það byrja allir svolítið að hugsa heilsuna. Það byrja allir í ræktinni og ekki kannski allir en svona mjög margir. Já. Og veganúar, þú veist, taka svolítið til í mataræðinu. Þú veist, allir búin að vera í einhverju reyktu og söldu og svona svolítið puffy eftir kannski hátíðarnar. Já. Og svona langar að taka líkamann í gegn. Og bara, já, einmitt, nákvæmlega. Taka sig í gegn og alls konar. Alls konar, og svo varst að tala edrúar, eða ekki, það svona, þú veist, þá náttúrulega, þá kemur sko vísareikningurinn, jólavísareikningurinn kemur í febrúar, og þá kannski rennur aðeins saman og þá kannski langar mann kannski að taka aðeins í gegn kannski fjármálin sín. Einmitt. Og fara aðeins í gegnum þau og hugsa, já, nú þarf ég nú aðeins að svona taka mig í gegn, finna minn innri hund. Já, skoða bara hvað ég að eyða peningunum mínum í. Einmitt. Og það náttúrulega einn maður sem frábær fjármálaráðgjafi og góðu vinnur okkur hér á Bylgjunni, Björn Berg, velkomin. Takk hérlega. Þetta ekki bara allt rétt hjá mér? Jú. Fá ekki allir áfall í febrúar, eða flestir? Vomargir. Jú, þetta svona stóru timbumennir oft eftir jólin. Það alveg magna hvað þau kom alltaf á óvart, af því þau á 12 mánaða fresti. Akkurat. Ég sá einhverja tölfræði frá eina landinu sem nota kreditkorti jafn mikið á Íslendingar sem eru Bandaríkjamenn. Það voru samtök verslunarinn að minni mig að taka saman sko kreditkortanotkun yfir jólin, það að segja í jólaverslun og þau voru að reyna að rekja það hvenær reikningurinn síðan greiddur. Mér var svolítið áhugavert. Ég hef ekki séð þetta á Íslandi, en það væri mjög forvitnilegt. Vitið þið hvernig hann greiddur á meðaltali? Nei. Í júní. Nei. Að meðaltali. Þannig að það tekur fólk hálft ár að borga fyrir jólin og vextin eru hærri en á Íslandi. Þau eru að borga, við erum að borga þetta sé ekki rétt í kringum 14% sem vextin eru á kreditkortum í dag. Í Bandaríkjunum er þetta 20%. Já, hérna er. Og þetta ekki vegna þess að þetta ekki vegna þess að það eitthvað mjög abnormal í gangi í Bandaríkjunum. Nei. Þetta segir okkur, þetta hlýtur að vera tiltölulega svipað hérna heima. Vegna þess að neysla svo miklu leyti bara eins á Íslandi og hún í Bandaríkjunum. Já. En það í rauninni dýrara að nota debitkort á Íslandi heldur en kreditkort. Og þannig að þú veist þess vegna kannski maður ekkert að nota debitkorti. Já, en það fer eftir í hvernig þú ætlar að mæla heildarkostnaðin, vegna þess að það hafa líka verið að gera mælingar á heildarútgjöldum fólks eftir því hvaða miðill er notaður. Og við eyðum mestu þegar við notum kreditkort. Það að segja, við eyðum minnstu þegar við notum reiðufé. Já, maður verður alveg óvinnu nýskur ef maður á eitthvað smá pening. Já, við bara förum vel með peninga. Ég man alveg eftir því að hafa verið... Ég borga aldrei með bláa peningnum. Alltaf með bláa peningnum. Ég man eftir að hafa verið að innrétta mína fyrstu íbúð og hérna, svo stendur maður í bíkó og að reyna rétt einhverjum stælapunktið til að taka, því þá var ég svona að temja mér að það væri kannski besta leiðin til að halda aftur af mjög miklum útgjöldum endur nýna húsnæði væri að nota reiðufé og ég varð svo miklu betri neytandi við þetta. Herðu, það nefnilega, veistu það, ég var að hugsa þetta daginn, maður bara með símann sinn og það ekkert mál, bara klikk, 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 klikk og maður áttir sig ekki á því hvað maður að eyða miklum pening. Einmitt, og það alveg saman hvort að síminn tengdu við debitkort eða kreditkort. Já, og þetta í rauninni í kollinum á okkur virðist þetta vera bara hversu langt ég frá peningunum mínum. Akkurat. Og við eyðum meiri peningum þegar við förum úr reiðufé yfir í debitkort og ennþá meiri peningum þegar við förum úr debitkort yfir í kreditkort. Þannig að það munur á útgjöldum, töluverður munur, margar prósentur. En ekki samt hver færsla ódýrari í kreditkorti? Jú. Og svo færðu kannski eitthvað punkt á eitthvað svona að vesen? Jú, þannig sko viðskiptamódelið í rauninni gert þannig að þegar út með debitkorti þá ertu að nota þína peninga, þú ert í rauninni að nota þetta í staðinn fyrir það að þurfa að taka pening út úr hraðbanka. En svo borgar þú færslugjöld. Ekki alltaf, það ekki allir sem eru með færslugjöld en þú getur borgað færslugjöld. Og kreditkortinu, þá viðskiptamódelið það að þú eyðir of miklu að þú sett hömlulausari í útgjöldum vegna þess að peningurinn ekki búinn af því að þú þarft þá bara að díla við þetta næstu mánaðamót og það bara ekkert komið að þeim. Þannig að þú kaupir eitthvað sem þú hefur ekki efni á og svo vonar kortafyrirtæki að þú getur ekki borgað og þá dreifur reikningnum. Og þegar þú dreifir á reikningnum þá ertu komin á rándýrt neyslulán og þannig græða þér á þér. Og þess vegna, og þú ferð á kreditkorti vegna þess að það vissulega ódýrara ef þú borgar alltaf reikningin og ef þú ert ekki að hugsa útgjöldin heldur bara hreinan kostnað en heildara tekjurnar þeirra sem eru að láta okkur fá þessi kort verða miklu meiri og við gætum eytt meiri peningum
og það líka sjáum við þegar verið að bjóða okkur að nota greiðslu dreifingar, hvort sem það eru ókeypis eða ekki. Það stundum verið að segja, heyrðu, þú þarft ekki að borga fyrir þetta núna, ég veit þú getur ekki keypt þessu úlpu, ég veit að þú getur ekki keypt þennan síma, ef við ekki bara dreifum sig fyrir nokkra mánuði. Og þú gerir það vegna þess að þetta presenterað sem fljótlegt og þægilegt og einfalt og bara leyfðu þér þetta. Svo gerur það. Og ef þú kíkir á smáaletrið, sem núna orðið nauðsynlegt samkvæmt lögum, það verður að standa, að þá sérðu að kostnaðurinn oftar en ekki með yfir 40% þegar þú ert að dreifa greiðslum á Íslandi. Wow. Og það sko ýmsar þjónustur sem að við kannski erum ekki alveg átt okkur á, það eru svona dýrar. Wow. Þannig að við eigum aldrei að gera neitt svona. Þannig í rauninni svona fyrsta sparnaðarráðið í rauninni að nota reiðufé, en það samt orðið svolítið erfitt að borga. Það bara mikið vesen, já, ég alveg sammála því. Það bara, ef ég með peninga í búðinni, það bara eins og ég sé dópdílur eða Já, þú ert bara að þú finnur augnar á þig, sko. Já, manni líður undarlega að borga með reiðufé í dag. Já, en þetta bara ansi erfitt og við höfum ekkert, það ekkert komið í staðinn fyrir umslagakerfið. Sem bara hægt að nota í reiðufé. Það til, þú veist, svona bónuskort eða einhvers konar gjafakort eða eitthvað slíkt, en vandamálið með gjafakort að ég veit ekki hvað eru margir milljarðar sem að hanga þar inni í dag og aldrei notaðir. Það svo mikil sóun sem fylgir þeim. Þannig að það bara skipulag. Ég sé stundum svona heimili sem eru kannski meira átt að fjárhagsátaki og eru að reyna að skammta sér svona án þess að vera með reiðufé, að þau þurfa bara að vera að handskrifa í einhverja litla blokk. Svo bara, ég fór út í búð í dag og ég keypti matinn og svo þetta bara að skrifa. Það auðvitað smá vinna, en hún virkar raunverulega, hún dregur úr útgjöldum. Það ennþá hægt að borga með reiðufé í matvöruverslunum. Já, það hægt víðast. Ég meina, það ekki hægt alls þar, en man bara, þetta gerst bara svo sjaldan. Já, nákvæmlega. En svo þarf þetta stundum að verða svolítið svona, hvað er þessu, keppni, þetta þarf að vera skemmtilegt. Það þarf kannski líka að vera svolítið skemmtilegt að fara yfir reikningana, því að ég veit að þetta tekur stundum bara á sambönd að setjast niður og fara að ræða peninga. Já. Það getur kannski verið stundum bara svolítið leiðinlegt og þú veist, þannig að fyrst kannski ekki bara svolítið sniðugt fyrir fólk að reyna að gera þetta svolítið skemmtilega. Fara bara eitthvað svolítið rómantískan dinner og fara aðeins yfir þetta. Já. Og það endar alveg góð hugmynd. Kjörin hugmynd og þetta alveg hárrétt hjá þér. Það er fátt sem að skorar jafn hátt á öllum mælingum varðandi kvíða til dæmis og peningar og bara ástæður sem getnar eru fyrir hjónaskilnuðum og allan heim. Þetta er auðvitað meira átt af vandamál þannig að en kvíðin verður til þess að við tökumst ekki á við þetta bara eins og varðandi margan annan kvíða að það svona ákveðin frestunar árátta sem bara bundin í okkur öll hvort hún sé orðin að einhver áráttu eða bara partur af okkar sálulífi en það auðveldara að segja aðeins seinna að setja rétt út höndina og segja ég veit þetta óþægilegt, þetta smá hnútur í manum ég ætla ekki að díla við hann alveg strax en að gera þetta skemmtilegt með alveg nauðsynlegt vegna þess að því miður heyri ég svo oft að ef verið að tala það að fara vel með peninga að eyða ekki efni fram og allt þetta þá heyri ég oft þá fer fólki í einhvern algjöran lás ég heyri þetta til dæmis frá fólki sem hefur verið að reyna að fá makan sinn með í eitthvað svona að þá algjör lás og fólk segir bara má ég ekkert allt bannað, má aldrei vera gaman börnum mín eru bara ung einu sinni og má ekkert og þetta er oft automatísk varnar viðbrögð sem kom og þess vegna þarf þetta að vera þannig að við finnum skemmtilega vinkilinn sem að ég get nefnt sem dæmi ef við erum að segja heyrðu, ég með kannski ég er með bílalán og yfirdrátt og alls konar svona og svakalegt húsnæðislán en hvað ef við segjum tökum bara blað og penna og ég segi þetta byrjar allt með blað og penna upp í sófa þegar fólk nennir því alveg bannað að vera nú þarf ég þetta svo einhvern veginn að fara fullinn að busta tennur þetta ekki þannig, þetta þarf að vera svona, maður þarf að vera aðeins peppaði fyrir þessu og þá ferðu og skrifa niður eitthvað smá plan og leiðu þú ferð að sjá þetta gerast, þannig ef ég geri þetta þá þessi yfirdráttur farin eftir 4 mánuði þetta þú veist, það losnar axlinar á fólki bara við það að sjá þessi yfirdráttur maður kannski ekki alveg að taka eftir hnútnum sem hann að búa til, en hann þarna og svo sérðu, og þá get ég nota kostnaðin sem hafði farið í hennan yfirdrátt í að hjálpa mér við bílalánið þá bílalánið farið á þessum tíma
þetta kemur fólki af stað að skrifa niður og reikna það getur verið það hljómi leiðilega en ég lofa því að það ekki þegar fólk byrjað. Einmitt, þú líka bara einmitt þegar, eins og þú segir, þegar fólk fyrir að sjá hlutin að gerast. En svo einmitt sko, það sem að ég velti fyrir mér jafnvægið, einmitt á milli þess að lífið núna, skilji, njóta hvers dags og einmitt, börninu unga einu og allt þetta og einmitt aðeins að halda aftur af sér. Það jafnvægi þannig á milli sem einmitt stundu svo erfitt að finna. Vitið hvað ég á við? Já, algjörlega. Þetta meira átt á vandamál og verður einmitt oft þegar að það bara ein lausn við því sem í rauninni forgangsröðun og heimilisbókhald að ákveða fyrirfram hver króna fer segja þetta mín innkoma og svo ætla ég bara að segja þessi á heima hérna og þessi á heima hérna ég ætla að eyða svona miklu mat svona, og partur af því bara skemmtanir og ég og hitt að vinna og ferðalega söfnun og allt þetta það bara partur af heimilisbókhaldinu en það sem gerist að hjá svo mörgum og ég held að það sé ein algengasta skýringin fyrir því að fólk kannski frústrerað með fjármálin ekki kannski endilega í fjárhagsvanda en nú enn eitt ári búið og mér finnst ég ekkert vera betri stað af hverju ég var með fína tekjur af hverju þetta ekki betra það vegna þess að mánaðamótin svo sem gengu upp og svo bara líða mánuðinir og mánaðamót reddast og þau ganga upp og þá kemur ekki tilefnið til þess ok, nú ætla ég að gera betur það þarf ekki að því þetta gengur upp en það sem gerist þegar fólk teiknar niður og gerir svona heimilisbókhald þá forgangsraður einmitt því sem þér finnst skemmtilegast þetta verður að ganga upp þetta bókhald, þetta verður að ganga upp þannig að kannski þarf að skera niður einhver staðar en þá bara passar upp á að vera ekkert að skera niður í því sem þér finnst skemmtilegast þetta ekkert erfitt og markmiðið ekki að lífið sé leiðinlegt svo það takir sem mest með þér í gröfina sko. En þetta akkurat þessi balans sem fólk þarf að finna Svo nú annað, eins og bara ef ég fer aðeins með sjálfa mig að því að ég náttúrulega ég held að fólk sem að vinnur á stóru vinnustöðum og hjá hinu opinbera og stóru vinnustöðum, þau gerir sér ekki grein fyrir því hvað mikið kjarabóta að hafa mötuneyti þannig að eins og til dæmis við sem kannski þurfum að kaupa okkur mat í hátíðinni eða þá kannski byrja ég að taka nesti en maður svolítið strangur þar og minkar þennan skyndibita sem að kaupa sér dagstæla hann ótrúlega dýr bara svona ef maður segir þennan mánuðin ætla ég bara vera bara með flatköku með hangikjöti, bara smurða heimann skilur og eina skýrdollu, þetta þarf ekki að vera flókið en ég alltaf eins og líður í lottaauðlýsingunni, það bara mér finnst ég bara alltaf þurfa að vera í einhverju svo miklu mat alltaf hreint, þannig að þarna getur maður kannski líka spara. Já, ég meina bara meðan þú varst að tala um þetta þá fór ég að hugsa, þú kaupaði skyndibita okkur einasta degi í mánuð skilur þú veist, 10.000 þetta 80.000 ef einn skyndibita kostar 4 skall skilur og 5 vinnudagar í viku skilur þetta 80.000 krónur ótrúlegt og maður voðalega ánæður mánaðamótin þegar maður lítur þá síðustu 30 daga og segir hvað það var nú alveg frábært að vera alltaf eins og skyndibita þetta Nei. Er þetta að gefa mann eitthvað? Það þýðir ekki að maður get ekki leitt sér og borða góða mat og allt það en þetta ég finn mikið fyrir þessu vegna sem ég vinnir í miðbæ og ég setti mér þá reglu þegar ég fór þangað og ég skrifstóð þar, ég ætlaði aldrei að fara út í hádeginu ég fer bara út á hádeginu ef ég að fara á fund ég hef aldrei borðað ég hef aldrei farið út og borðað neitt í hádeginu í vinninni nema þess að ég fara að hitta einhvern og þá bara tek ég með mér en svo eins og í gær var ég einn á hæðinni í smá tíma því að það bara hrúist allir niður á einhvern sushi-stað og koma svo upp 4-5.000 krónum fátækari en ekkert ægilega ánæður held ég og ég þá bara, það ískápur í vinninni og það ég með og það sem hún endur með matinn í vinnunni ég vann með einum á sínum tíma sem var að safna sig fyrir íbúð og það var hægt að fá havragraut í morgunmat á þessum vinnustað og bara ljómandi fínn hádegismatur hann fekk sér alltaf mjög fínan morgumat bara borðaði morgumatið þar svo fór hann síðastur í hádegismat þá var það bara komið þannig að hann svona fann hann út úr þessum helga fór bara til mömmu og pappa og bjóða sér í mat eða eitthvað eða borðaði ódýrt þetta var hans leið, honum fannst það skemmtilegt og þetta gekk upp og mér fannst bara magnað að fylgjast með þessu einmitt það bara á meðan ég eyða 100 skall í mánuði í mat þá ert þú að eyða 0
Þetta alveg ótrúlegt að horfa upp á þetta. Já, akkurat. Á flóttjónum. Hvað, maður yrði samt pirrandi fyrir fjölskyldumæðlim ef að maður kemur alltaf með börnin. Jæja, mamma, það matur í kvöld, já. En ég meina, ég held alveg samfæður mamma ég myndi sko kunna vel við að ef hún vissi þú værir öguð, þú værir að safna það fyrir íbúð. Það er allir tilbúin til að aðstofa þá. En það einmitt þetta þarf að vera skemmtilegt og maður þarf kannski að svona fara aðeins yfir þetta og skoða, þú veist, svona alla þessa litlu punkta sem að maður getur kannski svona gert að svona smá keppni og gera svolítið skemmtilega. Já, og séð hvað það býr til. Ef við tökum dæmi svona raunverulega vinnu við þetta, þar sem maður myndi setjast niður með heimilisbókaldi, teiknit upp, vera að reikna og svona, ef fólk á maka þá verður makinn að vera með í þessu. Maður verður að vera svona, fólk við þarf að vera sammála og peppa hvort annað. Segjum að við segjum, heyrðu, nú er hérna bara 35 ára par sem er með 40 milljóna króna húsnæðislán og 2 milljóna króna bílalán og krakka og þetta er einhvern veginn bara, svona, eru næstu 30 ár að fara bara að vera svona? Ertu að fara að vera með þetta húsnæðislán allan tíman og reyna einhvern veginn bara að setja eitthvað ferðalag á kortið og vera með hnút í manum og allt það, eða ætla að reyna að koma þér á betri stað? Því að með þessum hætti kemur þér ekkert á betri stað. Það er bara næstu 30 ár fyrir sjáanleg. Það er bara hnútur í manum í 30 ár. Ef þú teiknar þetta allt upp og þú segir, heyrðu, hvernig litist þér á það? Við myndum núna fara aðeins í það að skipuleggja fjármálin svona sem er ekkert sársökufullt fyrir okkur, sjáðu, eða ég vil hjálpa staði við að þetta er talan sem við ætlum að eyða á mánuð og þá er svona mikið afgangs. Og við notum það fyrst í að losa einhver ákveðin lán, eins og til dæmis bílalánið, og þá stækkar þetta svigrum vegna þess að núna þurfum við ekki lengur að borga bílnum. Nú erum við komið með það. Það sem við gerum alltaf er að á þessu stígi málsins þegar við erum búin að skipuleggja okkur, þá verðum við aðeins að doka við og við verðum að stilla upp, og ég veit að hljómar ekkert skemmtilega, við verðum að stilla upp reglulegum sparnaði fyrir ákveðnum hlutum sem við vitum eru framöndan. Ef að þarna er par og jólinn kostar 200.000 kall, þá þarf hvort sem sig að setja 10.000 kall á mánuði í sjálfvirka færslu inn á reikning sem heitir jólinn. Akkurat, já. Þá munu jólinn aldrei koma óvart og það er bara til fyrir þeim og það er enga greiðsludreifingar. Það þarf kannski að fara einhver peningur inn á reikning sem heitir samgöngur eða bíl, svo að setja endurnýja nokkra ára fresti. Það þarf að fara reikningur inn á viðhald fyrir húsnæði og kannski börnin eða námi mitt eða hvað það er. Og svo áfall á gleðisjóður. Já, það var að vera gleðisjóður. En það er líka bara inn á budgetinu svona í hverju mánuði, en þú setur þetta svona aðskilda bankareikninga. Heyrðu, en það er samt svigrum og þá hugsaðu við ætlum ekki lengur, nú erum við hætt því sem allir meira og minna gera á Íslandi, sem er bara það að borga það sem þeir eru beðnir að borga af húsnæðisláninu. Við förum öll í það þegar við tökum lán að reyna að halda greiðslubyrðinni sem minnstri, svo við getum eitt í eitthvað annað. En hvað ef við segjum, ég bara vil það ekkert? Ég ætla bara að nota það svigrum sem ég hef til þess að auka greiðslunar, til þess að athuga hvað það býr til fyrir mig og svo setjum við þetta inn í reiknivél og þá er 30 ára láni orðið 9 ára lán. Þetta er í rauninni alveg sjokkerandi hvað hlutinni breytast og hvað maður sér bara breytingu á framtíð fólks og lífi fólks við þetta. Og þá segjum við, nú erum við 35 ára, við getum þá verið laus við öll lánin hvað á 10 árum, þegar við erum 45 ára, við erum að borga í dag einhver 350-400 skall á mánuð af öllum þessum lánum, þá getum við byrjað að leggja það fyrir og þá erum við búin að kaupa okkur hús á Ítalíu 5-6 árum setna. Þetta er gulrótin. Þetta er svo mikill innblástur. Þetta er svo hvetjandi og núna er ég bara full mér langar bara að fara að breyta mínu lífi og fara bara að kaupa mér hús út alla Evrópu. Þú samt að fara til Mexiko eftir. En Björn Berg, bara svona rétt í lokina, því að nú veit ég að sko, við hér á Sín erum einmitt að fara með þáttinn Vilt finna milljón aftur í gang, sem er svona einmitt að peppa okkur upp í þessu. Þú veist, getur maður komið til þín í svona fjármálaráðgjöf þar sem þú ferð með þetta inn í þessa reiknivél og þú svona verður peppandi eða búin að vera núna? Já, ég vona ég sé peppandi og jú, fólk hefur verið að líta til mér með meðal annars svona lagað. Og oft er þetta sko fólk sem að annarkort er orðið svona þetta er bara komið gott einhvern veginn af því að það færast ekkert úr stað eða þá til dæmis að fólk sér það eru augljóslega tækifæri hjá okkur, það er kannski einhver smá afgangur í hverju mánuði en það er ekkert plan og það er oft gott að fá einhvern þriðja aðila bara til þess að koma með hlutlaust mat og hjálpa fólki við að skipuleggja sig og mér finnst það svona skemmtilegsta sem ég
upplýði minni vinnu þegar ég rekst á fólki í Krónunni eða hvar það ári seinna eða hvað það og þau eru kannski að deila með hvert þau eru komin. Hvað gaman. Og það ég á ennþá eftir að hitta einhvern sem pirraður yfir því eða sér eftir því að hafa skipulagt sér betur eða farið að greiða skuldir. Það allir ægilega glaðir og fólk hættir ekkert. Nei. Það málið, maður kannski hefur áhyggjur af aganum sínum eða slíku, ekkert mál þegar þú sérð árangurinn. Akkurat, þú ert byrjaður og getur ekki hætt. Þetta er svo Pringles. Herri Björn Berg, láttu þér ekki bregða þó að þú fáir e-mail frá mér bara eftir örskamastund. Ég segi það. Takk kærlega fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Bakaríið á Bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.